Reykjavíkurflugvallar og til máls tekur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, umræðan deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar, hún ágæt í tilefni af því að það granddagur í dag, þannig að það passar ágætlega. Við höfum nokkrum sinnum rætt svokallaða neyðarbraut sem varðar snertir þá þetta deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar. En á síðasta fundi borgarstjórnar þá bar ég fram spurningar til borgarstjóra hvort að tiltekin gögn hefur verið lögð fram út af deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar sem var mjög skiljanlegt að borgarstjóri gæti ekki svarað svona 1, 2 og 3. Lögðum líka fram bókun í borgarráði eða fyrirspurn í borgarráði. Ég hef síðan verið að skoða þessar fundagerðir og í umhverfis- og skipulagsráði, borgarráði og borgarstjórn og ég sé í rauninni ekki ákveðnar breytingar sem voru gerðar á umsögn umhverfis- og skipulagssvið hafi nokkurn tímann verið lagðar fram eða samþykktar, þannig að ástæðan fyrir því að ég vildi taka þetta mál á dagskrá í dag að velta upp þeim fleti hvort að þessi möguleiki á því að málsmeðferðarreglur varðandi samþykki á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar séu eða málsmeðferð á þessu samþykki séu í rauninni ekki í samræmi við skipulagslögin að því ég veit til þess að það hafa nokkrir aðilar kært deiliskipulagið og krafist þess að það verði fellt úr gildi, það er að segja kært til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Ég vildi velta upp þeim fleti hvort að það væri möguleiki að svo væri að niðurstaða úrskurðarnefndarinnar yrði jafnvel sú eftir einhverja mánuði að deiliskipulagið yrði fellt úr gildi og það þyrfti í rauninni að taka máli fyrir á nýjan leik þannig að það væri eðlilegt að við myndum aðeins velta þessu atriði fyrir okkur. Ástæðan kannski sú að þetta deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar að taka svokallaða norðaustur-suðvestur flugbraut sem stundum hefur verið kölluð neyðarbraut af skipulagi eins og þið þekkið að það var samþykkt í borgarstjórn 1. apríl 2014 á grundvelli umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs sem dagsett 10. mars 2014. Það sem gerist síðan í kjölfarið það að eða tæpum 2 mánuðum eftir að borgarstjórn samþykkir í rauninni deiliskipulagið að þá breytir umhverfis- og skipulagssvið umsögninni á grundvelli bréfs sem barst frá forstjóra Isavia 23. apríl, það er að segja eftir að borgarstjórn búin að samþykkja deiliskipulagið, þar sem hann leiðréttir í rauninni rangfærslur í umsögn umhverfis- og skipulagssviðs. Það er að segja að það notuð í umsögninni bréf sem að forstjóri Isavia sendi innanríkisráðherra 13. desember 2013 varðandi tilteknar spurningar sem að innanríkisráðherra var að spyrja það er að segja hverjar eru afleiðingar lokunar norðaustur-suðvesturflugbrautarinnar fyrir sjúkraflug og þörf á að opna samsvarandi flugbraut á Keflavíkurflugvelli. Og þarna gefur forstjórinn sér upp ákveðnar forsendur meðal annars ef að Reykjavíkurflugvöllur og Keflavíkurflugvöllur væru einn flugvöllur og reikna líka út með við forsendur sem eru ekki til staðar í reglugerð flugvelli. Þetta í rauninni þetta bréf notað sem grundvöllur meðal annars fyrir þessari umsögn umhverfis- og skipulagssviðs sem þá grunnurinn í rauninni að samþykki borgarstjórnar. Þessu bréfi var mótmælt í rauninni af ýmsum aðilum, það er að segja þessu bréfi forstjórans til innanríkisráðuneytisins og það sést alveg glögglega á umsögn umhverfis- og skipulagssviðs frá því 10. mars sem var grundvöllur samþykkis deiliskipulagsins að þar umhverfis- og skipulagssviðs að rugla saman ákveðnum þáttum eins og nothæfisstuðli og áhættumati
og telur að forstjóri Isavia sé að fjalla áhættumatið í bréfi sínu þegar hann er að fjalla nothæfisstuðulinn. Mér hefur í rauninni borist tölvupóstur sem að forstjóri Isavia hefur sendt öllum starfsfólki hjá Isavia í tilefni af því að það væri verið að nota þetta bréf hans til innanríkisráðuneytisins sem grundvöll fyrir í rauninni hinu og þessu. Það er bréf sem hann sendir í rauninni í mars 2014 og með leyfi forseta ætla ég að lesa hérna upp atriði sem lúta þessu. Innanríkisráðherra deildi ofangreindu bréfi mínu með hagsmunaaðilum sem hafa tekið efni þess óstinnt upp. Hafa þeir kosið að túlka ábendingu forstjóra Isavia til ráðherra sem eitthvert mat Isavia á því að leggja niður suðvestur norðaustur flugbraut Reykjavíkurflugvallar. Þótt skoðunin gengi eingöngu út af það hvort ávinningur væri að því að opna brautina í Keflavík eftir ákvörðun ráðherra brautarlokun í Reykjavík. Það sem ábending mín í umræddu bréfi var einungis ein af þeim sviðsmyndum sem við þyrftum að skoða fól innanríkisráðherra Isavia með bréfi 30. desember síðastliðinn, þar að segja þá 2014, að hefja undirbúning vegna fyrirhugaðrar lokunar flugbrautarinnar sem fæli meðal annars í sér formlega öryggisúttekt og aðrar ráðstafanir sem því fylgdi. Það er einnig óskað eftir að skoðaðar yrðu sérstakar afleiðingar af lokun flugbrautarinnar fyrir sjúkraflug og mótvægisaðgerðir því tengdu, eins og hvort ávinningur gæti orðið á því að opna flugbraut í Keflavík, hvort í senn hvað varðar öryggis og þjónustu ásamt kostnaði. Þessari vinnu er ekki lokið meðal annarra sem koma henni formaður Flugmálafélags Íslands, tilvitnun lýkur. Þannig að þarna greinilega að í umsókn umhverfis- og skipulagssviðs er verið að nota gagn sem að þessi forstjóri Isavia sendi innanríkisráðherra í árslok 2013 og það er í rauninni rangfærslur eða staðreyndaveitlur í umsókninni því að það er ruglað saman þar meðal annars að það sé verið að fjalla áhættumat en það er verið að fjalla nothæfisstöður og fleiri atriði. Þannig að það sem að gerist í rauninni í kjölfarið að eftir að borgarstjórn samþykkir deiliskipulag 1. apríl í fyrra að þá greinilega sér forstjóri Isavia sig tilneyddan til þess að senda borginni bréf þar sem hann leiðréttir þessar staðreyndavillur í umsögn umhverfis- og skipulagssvið frá 10. mars sem er grundvöllurinn að samþykki borgarstjórnar fyrir deiliskipulaginu. Og í kjölfarið breytir umhverfis- og skipulagssvið, það breytir í rauninni umsögn sinni og sendir breytta umsögn til Skipulagsstofnunar tæpum tveimur mánuðum eftir að borgarstjórn er búin að samþykkja deiliskipulagið. Ég veit að þetta virkar svolítið flókið varðandi dagsetningarnar en grunnatriðið er í rauninni að það kemur fram bréf eftir að búið er að samþykkja deiliskipulagið borgarstjórn, það er breytt umsögn umhverfis- og skipulagssviðs sem er forsendan fyrir umsögninni og það er sent þannig breytt til Skipulagsstofnunar. Það sem ég hef farið í gegnum fundagerðir umhverfis- og skipulagssviðs, borgarráðs og borgarstjórnar og meðal annars fengið sent frá skrifstofu borgarstjórnar þær dagsetningar sem hafa það sem hefur verið fjallað í rauninu deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar að þá liggur alveg ljóst fyrir að þessi gögn sem að umhverfis- og skipulagssvið sendi Skipulagsstofnun 26. maí 2014, þar að segja tæpum 2 mánuðum eftir að borgarstjórn hefur samþykkt deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar, að þá er sent minnisblað skipulagsfulltrúa til borgarráðs dagsett 20. maí 2014, það er sent bréf Isavia dagsett 23. apríl 2014, bréf til Isavia 20. maí og síðan breytt umsögn umhverfis- og skipulagssviðs, þar að segja þessi umsögn sem var gerð 10. mars, á grundvelli bréfsins frá Isavia 23. apríl, samanber bréf til Isavia 20. maí. Þegar maður fer í gegnum fundagerðir umhverfis- og skipulagsráðs, borgarráðs og borgarstjórnar, að þá verður hvorki ráðið að framangreind gögn hafi verið lögð fram né að þær breytingar sem gerðar voru umsögn umhverfis- og skipulagssviðs, þar að segja frá 10. mars, hafi verið samþykktar í tengslum við breytingar á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar sem samþykkt var í borgarstjórn 1. apríl. Hins vegar sér maður af fundagerðunum að bréfið frá Isavia frá
frá 23. apríl og bréf umhverfis- og skipulagssvið til Isavia 20. maí 2014 þar sem að sviðið fjallar það að hafa breytt á umsögn sinni frá 10. mars miðað við þessar upplýsingar sem fram kom í bréfin frá 23. apríl, að þessi 2 bréf eru lögð fram á fundi borgarráðs 5. júní undir dagskrárliðum breytingar á deiliskipulagi Hlíðarenda. En eins og við vitum að þá deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar og breytingar á deiliskipulagi Hlíðarenda, það sitthvort málið. Þannig að þessar breytingar voru aldrei lagðar fram í tengslum við Reykjavíkurflugvöll, eða tengslum við deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar. Ég sé hvergi hafi verið lagð fram neins staðar þessi breytta umsögn umhverfis- og skipulagssviðs. Það var í bókun sem gerð var af hálfu meirihlutans á borgarstjórnarfundinn 2. desember síðastliðinn að þá var í rauninni það borið fyrir sig, bar meirihluti það fyrir sig að það hefði verið nægjanlegt að leggja framangreind 2 bréf, þar sem frá Isavia og til Isavia eftir samþykkið vegna breyting á deiliskipulagi Hlíðarenda þar sem Skipulagsstofnun hafi með bréfi 4. júní 2014 ekki gert athugasemdir við að deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar sem samþykkt var í borgarstjórn 1. apríl í fyrra yrði auglýst. Í því sambandi rétt að benda á að Skipulagsstofnun hafði auðvitað engar forsendur til þess að ætla það miðað við þessi gögn sem var send Skipulagsstofnun í lok maí að málsmeðferðarreglum hafi ekki verið gætt við afgreiðslu málsins. Enda það ekki Skipulagsstofnunar að gera ráð fyrir því að upplýsingar frá borginni eða breytingar hafi verið afgreiddar ekki á lögmætan hátt. Og eins og ég kom að hérna í upphafi að þá hefur þetta deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar verið kært til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og það hafa aðilar gert í raun kröfu það að deiliskipulagið verði fellt úr gildi. Og þar af leiðandi taldi ég réttast að við myndum skoða það hér í borgarstjórn því að ég sé ekki betur af lestri mínum yfir skipulagslögin að málsmeðferðarreglum þeim hafi ekki verið fylgt. Það er að segja þar sem að það bárust frekari gögn eftir að borgarstjórn er búin að samþykkja deiliskipulagið og að umsögn umhverfis- og skipulagssvið sem var forsendan eða grundvöllurinn að samþykki borgarstjórnar að henni hafi verið breytt án þess að þetta hafi verið fjallað það hvorki umhverfis- og skipulagsráði né borgarráði né borgarstjórn eins og lögin kveða á Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur hv. borgarstjóri næstur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka borgarfulltrúunum fyrir að fylgja umræðu frá því á síðasta borgarstjórnarfundi eftir með þessu og hnykkja því sem þar kom fram að óskað var eftir skriflegum spurningum sem komu síðan fram í borgarráði og þar verða svörin lögð fram skriflega en ég mun stikla á stóru það sem hér undir ef ég skil borgarfulltrúa rétt. Þá hann að velta fyrir sér hvort að gæti að vera að formi þegar að deiliskipulag fyrir Reykjavíkurflugvöll var samþykkt og kemur það sérstaklega til skoðunar samskipti við Skipulagsstofnun eftir í raun samþykkið inn í borgarráð og síðan staðfestingu í borgarstjórn og varðar frágang á umsögn skipulagsfulltrúa. Rétt til þess að borgarstjórn geti glöggvað sig á málinu þá samþykkti borgarráð 19. desember 2013 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Reykjavíkurflugvöll í samræmi við skipulagslög og hún var auglýst í dagblöðum 23. desember með athugasemdafresti til 3. febrúar 2014. Alls bárust 42 athugasemdir frá 40 aðilum á auglýsingatíma, þar af 29 athugasemdir sem voru nánast samhljóða. Ítarleg svör við athugasemdir voru sett fram í umsögn skipulagsfulltrúa sem hér var gerð að umtalsefni, dagsett 10. mars 2014 og hún var send til athugasemdaraðila.
Einnig var sent bréf til Skipulagsstofnunar þann 7. apríl til yfirferðar í samræmi við 1. málsgrein 42. greinar skipulagslaga. Þann 28. apríl sama mánaðar kom svarbréf frá Skipulagsstofnun þar sem ekki voru gerðar athugasemdir, heldur einungis óskað eftir leiðréttingum á texta í greinargerð á deiliskipulagsuppdrætti, en betur þurfti að gera grein fyrir skipulagslegri stöðu svæða sem áður voru innan deiliskipulagsins sem voru felld út með nýja deiliskipulaginu. Í þessu sambandi rétt að taka skýrt fram að athugasemd Skipulagsstofnunar laut ekki að form- eða efnisgöllum, samanber 2. málslið 1. málsgreinar 42. greinar skipulagslaga, heldur óskaði Skipulagsstofnun einungis eftir betri skýringum frá Reykjavíkurborg eins og framan greinir. Var því ekki þörf né skylt að fara aftur með máli fyrir borgarráð til samþykktar en tekið var fram í bréfi Skipulagsstofnunar að ekki væri tekin afstaða til erindisins fyrr en skýringar lægju fyrir. Bréf Skipulagsstofnunar dagsett 4. júní 2014 staðfesti framangreint eins og síðar verður rakið. En borgarfulltrúinn vék að því að Isavia sendi bréf 23. apríl 2014 sem barst nokkru síðar. Það var dagsett þar að segja 23. apríl sem barst skipulagsfulltrúa 15. maí. Þar sem gerðar voru athugasemdir við villur í umsögn skipulagsfulltrúa frá 10. mars. Og skipulagsfulltrúi tók saman þetta minnisblað dagsett 20. maí þar sem fram kemur að skipulagsfulltrúa við ritað bréf til forstjóra Isavia sama dag þar sem þakkað var fyrir ábendingarnar vörðuðu villur í umsögn embættisins og umsögn skipulagsfulltrúa var leiðrétt til samræmis við ábendingar Isavia og í framhaldinu var þetta sent til Skipulagsstofnunar samanber bréf dags 27. maí. Umsögnin var leiðrétt á þann hátt að í staðinn fyrir að vísa til áhættumatsnefndar Isavia var settur inn eftirfarandi texti samkvæmt ábendingu Isavia til innanríkisráðherra en notað við stöð fyrir 2 flugbrautir í Reykjavík og 2 í Keflavík og svo framvegis. Einnig var eftirfarandi setning felld út úr umsögninni. Stefna þess að þætti flugstarfseminnar í Vatnsmýri rímar einnig við áform lokun norðaustur-suðvesturbrautar sem hefur verið mikið notuð fyrir æfinga og kennsluflug á undanförnum áratugum. Tilvitnun lýkur. Með fyrrgreindu bréfi skipulagsfulltrúa til Skipulagsstofnunar dagsett 27. maí voru send eftirfarandi gögn til yfirferðar, samanber 42. grein skipulagslaga, minnisblað skipulagsfulltrúa til borgarráðs, dagsett 20. maí, bréf Isavia, dagsett 23. apríl, bréf skipulagsfulltrúa til Isavia, dagsett 20. maí og breytt umsögn skipulagsfulltrúa dagsett 10. mars. Í svarbréfi Skipulagsstofnunar sem eins og áður sagt var dagsett 4. júní kemur fram að Isavia hafi gert athugasemd við þessi 2 atriði umsögn Reykjavíkurborgar sem bárust við auglýsta tillögu að Reykjavíkurborg hafi leiðrétt þessi atriði. Kemur einnig fram að Skipulagsstofnun hafi farið yfir innsend gögn og til stofnunin að Reykjavíkurborg hafi brugðist við þeim ábendingum stofnunarinnar frá 28. apríl 2014. Það að gera betur grein fyrir á uppdrætti hver sé skipulagsleg staða þeirra svæði sem áður voru innan deiliskipulags Reykjavíkurflugvallar en eru nú utan þess. Stofnunin gerði svo í bréfi sínu ekki athugasemd við að Reykjavíkurborg auglýsti samþykkt deiliskipulag í B-deild stjórnartíðinda. Það rétt sem að borgarfulltrúinn greindi frá að ofangreind endanleg gögn voru lögð fram í borgarráði þann 5. júní 2014 ekki til samþykktar heldur til fyllingar inn í umræðu deiliskipulag Hlíðarenda enda var ekki skylt að leggja þau fram til samþykktar samanber upphaflegt bréf Skipulagsstofnunar. Þau voru sem lögð fram til kynningar í borgarráði og en málinu var í raun lokið af hálfu borgarinnar eða öllu heldur ráða borgarinnar nokkru áður. En þetta tengdist frágangi á gögnum. Og raunar sést að fundargerð að ekki voru lagðar fram neinar athugasemdir eða gerðar bókanir vegna þessa. Á afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa þann 7. júní, þar sem daginn eftir var því lagt fram bréf Skipulagsstofnunar dagsett 28. apríl með ábendingu vegna framsetningu gagna og einnig lagt fram bréf Skipulagsstofnunar dagsett 4. júní þar sem ekki gerði athugasemd við auglýsingu í B-deild stjórnartíðinda. Deiliskipulagið var síðan birt í B-deild stjórnartíðinda sama dag. Ég veit ekki hvort að ég eigi að rekja málið frekar, ég held að þetta ætti að skýra sig sjálft. En
á skriflegum spurningum, svör við skriflegum spurningum verður svarað skriflega og hnykkt á því sem hér hefur fram komið. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu, þá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir óskað eftir að veita andsvar við ræðu háttvirts borgarstjóra. Borgarstjóri, borgarfulltrúar, það sem ég er að velta fyrir mér eins og kom fram í ræðuna áðan er í rauninni það hvort að það sé í samræmi við málsmeðferðarreglur skipulagslaga að þegar það koma inn nýjar upplýsingar eftir að búið er að samþykkja deiliskipulag og það eru gerðar breytingar í rauninni á umsögn skipulagsfulltrúa sem var grunnurinn að samþykkja deiliskipulagsins sem að mínu mati varða miklu. Þetta er ekkert einhverja lítilvæga breytingar, þetta er náttúrulega, það er umhverfis- og skipulagssvið misskilur bréfi frá Isavia og þar af leiðandi er engin leið fyrir Skipulagsstofnun þegar hún fær þetta fyrst í lok apríl í rauninni að vera að velta þessu fyrir sér. En maður sér það að þegar þetta er sent síðan í lok maí til Skipulagsstofnunar, þá hefur Skipulagsstofnun auðvitað enga forsendur til þess miðað við hvernig gögnin eru útbúin til Skipulagsstofnunar að sjá það að það hafi ekki verið rætt þessar breytingar og þessi gögn í umhverfis- og skipulagssvæði, borgarráði eða borgarstjórn. Það er ekkert sem gefur tilefni til þess að Skipulagsstofnun hafi haft ástæðu til þess að ætla að það var ekki búið að leggja þetta fram vegna þess að það stendur með þess í einu bréfinu til borgarráðs, þannig að það lítur út fyrir það sem Skipulagsstofnun fær í hendur að það sé búið að leggja þetta alls saman fram í borgarráði sem er ekki rétt og það að þetta sé lagt fram 2 bréf degi áður en þetta er auglýst í B-deild Stjórnartíðinda og degi eftir þetta bréf frá degi eftir bréfi frá Skipulagsstofnun sem þetta er auglýst í B-deild Stjórnartíðinda að það er engin trygging fyrir því að þetta sé málsmeðferðarreglurnar séu réttar og ég sé ekki betur heldur en það sé algjört grundvallaratriði að umsögnin verði að vera samþykkt af sveitarstjórn en það sé ekki hægt að breyta henni og eftir á og heldur ekki hægt að leggja gögn fram undir ykkur allt öðru máli heldur en þessu tiltekna máli. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá er andsvarum lokið. Háttvirtur borgarstjóri svarar andsvari. Já, ágæti forseti, kæra borgarstjórn. Þetta eru vangaveltur borgarfulltrúans varðandi þessa formlegu samþykkt og kannski ekki miklu við það að bæta. Ég reikna með að borgarfulltrúinn ásamt öðrum sé að láta reyna á þetta fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamál. Það verður ekki annað séð af gögnum málsins en að málsmeðferðin standist ströng ákvæði skipulagslaga. En við höfum svo sem lent í því áður að eitthvað hafi verið fundið að skipulagi þó var ekki þetta atriði að þá er svo farið yfir allt í svona kæruferli og það er bara eðlilegt og verður bara að fá að hafa sinn gang. En ég held að það sem ég rakti hér áðan sem var allur ferill málsins ætti að bregða býsna skýru ljós á þetta og eins og ég sagði áðan þá verða þessi svör líka lögð fram skriflega í borgarráði væntanlega í næstu viku. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og þá er andsvarum lokið og næst á mælendaskrá er Greta Björg Egilsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjóri og kæru borgarfulltrúar. Mér langar að rekja aðeins fyrir ykkur þetta margum talaða fræga bréf hans Björns Óla Haukssonar forstjóra Isavia sem virðist nú vera rótin af miklu af þessar umræðu sem fer fram hérna í þessum sal. En hans sem sagt skrifar bréf forstjóri Isavia dagsett 13. desember 2013 og með fylgir skýrsla Veðurstofu Íslands sem ber heitið nothæfisstuðull fyrir sjúkraflugvélar á Reykjavíkurflugvelli og Keflavíkurflugvelli. En deiluskipulagið fyrir Reykjavíkurflugvöll var samþykkt í borgarstjórn þann 1. apríl 2014 eins og áður hefur komið fram í máli Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur borgarfulltrúa.
En því miður þá var þessi skýrsla byggð á kolröngu forsendum og ekki í neinu samræmi við gildandi reglugerð flugvelli nr. 464/2007 né ákvæði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar ICAO viðauka 14. Í bréfinu kemur fram að Veðurstofa Íslands hafi reiknað út nothæfisstuðulinn og ekki sé þörf á að opna sambærilega braut í Keflavík þó svo að neyðarbrautin, eins og hún oft kölluð eða braut 0624, verði lokað. Þessi fullyrðing svo rökstudd með því að nothæfisstuðull Keflavíkurflugvallar með 2 flugbrautir og Reykjavíkurflugvallar með 2 flugbrautir sé töluvert hærri en nothæfisstuðull flugvallarins í Vatnsmýri í núverandi mynd með 3 flugbrautum. En þegar skoðaðir útreikningarnir kemur hins vegar í ljós að Reykjavíkurflugvöllur og Keflavíkurflugvöllur eru teknir saman sem einn flugvöllur þó svo að 37 km loftlína sé á milli þeirra og veðurathugunum flugvallanna slengt saman þó svo ekki sé fordæmi fyrir slíkum útreikningum í reglugerðum. Einnig í skýrslunni miðað við rangan hliðarvindstuðul eða 25 hnúta í stað 10 og 13 hnúta eins og greinilega kemur fram í reglugerð að nota eigi fyrir þær flugvélar sem sinna sjúkra- og áætlunarflugi á Reykjavíkurflugvelli. En það viðmiðunar flugtaksvegalengd sem flugvél ræður við, svo ég fari nú aðeins í tæknimáli með ykkur. Flugvélar af því tagi sem að sinna sjúkrafluginu innanlands, það Beechcraft King R200, hafa viðmiðunar flugtaksvegalengd undir 1200 metrum, sem þýðir að notast á við 10 hnúta hámarks hliðarvindstuðul. Fokker og DAS 8 með viðmiðunar flugtakslengd milli 1200 og 1500 metra og fyrir þær skal notast í 13 hnúta hámarks hliðarvindstuðul. Ekki tekið tillit til annarra þátta þessari skýrslu svo sem skyggnis, skýjahæðar, ókyrrðar, vindkviða eða brautaskilyrða eins og ber að gera samkvæmt reglugerð flugvelli. Margvíslegar athugasemdir bárust vegna þessari skýrslu og bréfs forstjórans frá flugrekendum og hagsmunaaðilum meðal annars Flugmálafélagi Íslands, Flugfélaginu Mýflugi sem annast sjúkraflug og öryggisnefndar Félags íslenskra atvinnuflugmanna. Í kjölfar þess sendi Isavia skipulagsfulltrúa Reykjavíkurborgar bréf þann 23. apríl 2014, það 3 vikum eftir að deiliskipulag flugvallarins var samþykkt til þess að leiðrétta staðreyndavillur. En bréfið bar yfirskriftina Staðreyndavillur í umsögn skipulagsfulltrúa Reykjavíkurborgar, samantekt á athugasemdum vegna breytingar á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar 10. mars 2014. Í bréfinu kemur meðal annars fram að ranglega sé vísað til áhættumatsnefndar Isavia eins og borgarstjóri kom inn á hér áðan og að áhættumat og nothæfisstuðull séu óskyldu þættir en gjarnan í umræðinu þeim ruglað saman. Áhættumat sé alveg óháð notkunarstuðli þótt að stuðullin geti skipt máli þegar áhættumatið sé unnið. Áhættumat snúi fyrst og fremst að öryggi á vellinum en til glöggvunar má benda á að áhættumatið felur í sér alla þætti sem tengjast áhættunni, það kerfi, kerfishluta, búnað, verklag, slysamönnum og öryggi loftfara. Nothæfisstuðull flugvalla felur hins vegar í sér þjónustustuðull vallarins eða hversu mikil möguleg notkun hans Ég tel hins vegar við getum öll verið sammála það að það svolítið alvarlegt mál að Reykjavíkurborg skuli hafa í öllu þessu mikla ferli sem það að samþykkja nýtt deiliskipulag og vera að styðjast við gögn sem ekki uppfylltu skilyrði, hvorki íslenskra reglugerða né reglugerða Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, en það kemur klárlega fram í umsögn eða svörum skipulagsfulltrúa borgarna frá 10. mars 2014 við þeim 43 athugasemdum sem bárust vegna skipulagsins að hann að miklu leyti að styðjast við þessa skýrslu frá Veðurstofu Íslands og bréf forstjóra Isavia frá 13. desember 2013. Núna hins vegar komnar fram aðrar og nýrri skýrslur, það skýrslur Eblu sem eiga að sýna fram á að nothæfisstuðull flugvallarins munu ekki fara niður fyrir 95% lágmarksviðmið, en þær komu þó ekki fram fyrir en 2. desember síðastliðinn, það 8 mánuðum eftir að deiliskipulagið var samþykkt. Takk. Borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur hv. borgarstjóri óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka borgarfulltrúnum fyrir skýra og skilmerkilega ræðu en gera athugasemd við eitt. Það ekki svo að breyting á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar hafi byggt á bréfi Isavia eða málið sem slíkt.
breyting á deiliskipulaginu bara sjálfstætt verkefni sem byggir á þeim samningum sem borgin hefur gert, meðal annars lokum þriðjubrautarinnar og auðvitað aðalskipulagi Reykjavíkur. En aðalskipulagi Reykjavíkur vegna þriðjubrautarinnar var breytt árið 2007 í tíð meirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks hér í borgarstjórn og það hefur verið ómögulegt. Það hefur verið ómögulegt að gera breytingar á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar án þess að taka mið af aðalskipulaginu að þessu leyti. Norðurhluti þriðjubrautarinnar var tekinn af aðalskipulagi sem flugbrautarendi árið 2007. Það tengist ekki einhverju bréfi Isavia sem sent var árið 2013. Það sem hafði verið samið tveimur samningum, annars vegar við fjármálaráðuneytið og hins vegar við innanríkisráðuneytið, var ný afmörkun Reykjavíkurflugvallar og staðfest í 3. samningnum sem var undirritað af viðstöddum forsætisráðherra og innanríkisráðherra lokun þriðjubrautarinnar. Þannig að mér finnst, vildi bara finna því, burtséð frá efni bréfsins, en það er ekki hægt að líta þannig á að nýtt deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar hafi tengst bréfi sem laut að öryggisathugunum á sjúkraflugi. Það er bara eitt af gögnum málsins, en deiliskipulagið stendur alveg fyrir sínu, burtséð frá því. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir óskað eftir að veita andsvar eða veita andsvar úr ræðu borgarstjóra. Forseti, borgarfulltrúar, þetta bréf Isavia er reyndar bara ein af þeim gögnum og hluti af þeim forsendum sem umsögn skipulagsfulltrúa lítur að. Þannig að það er sá þáttur sem verið að fjalla hér og ég vil bara ítreka það sem hefur komið fram áðan. Ástæðan fyrir þessar umræðu hér er rauninni vangaveltur það hvort að þessi möguleiki á því að deiliskipulagið verði fellt úr gildi og það þurfi þá að byrja í rauninni allt þetta ferli upp á nýtt. Flóknara er það nú ekki. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúar Framsóknar og flugvallarvinna áskilja sér rétt til bókunar undir þessum lið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð, svo er umræðu lokið. Þá förum við í 7. lið á dagskrá